Verið velkomin. Þessi umfjöllun okkar byggir á hinni guðdómlegu visku úr tímaritinu Akhand Jyoti eftir Pandit Sri Ram Sharma Acharya. Hér ætlum við að kafa ofan í það hvernig máttur réttrar hugsunar getur í raun leitt til fjárhagslegar velgengi. Jæja, við skulum byrja á spurningum sem hittir beint í mark. Gæti það mögulega verið að hugsanirnar okkar, bara þær einar og sér, séu stærsta hindrunin sem stendur í vegi fyrir velmegun? Þetta er einmitt kjarnin í því sem við ætlum að skola saman í dag. Í fyrsta hlutanum sem við kallum fangilsi hugsunarinnar skoðum við hvernig neikvætt hugafar getur reynlega skapað sjálfskapað fangilsi. Já, fangilsi skorts og vanmótar. Samkvæmt heimildinin er það versta í heiminum hugsunin að vera vansæll. Óheillavænlegar hugsanir fátækt eru sagðar vera aðalhindrunin að vegi velmegunar. Það halda fólki föstu í aðstæðum sem það þráir að komast upp úr. Hérna sjáum við þetta sett upp svart á hvítu. Vinstra megin er þessi svokallaða fátæktarhugsun sem einkennist af leti, óræðeld, efa og ótta. En svo hægra megin sjáum við velmegunarhugsunina sem byggir á eldmóði, von, forsjálni og dugnaði. Þetta sýnir svo vel að baráttan er fyrst og fremst innri. Og afleiðingarnar af því að festa sig í hugarfari skorts eru svo sannarlega alvarlegar. Það getur eyðilagt æri markmið, hindrað persónulegan vöxt, skapað þunga skuldabyrði, valdið ótímabæri öldrun og jafnvel, brotið niður persónuleikan. En ef neikvæð hugsun er vandamálið, hver er þá lausnin? Í næsta hluta skoðum við hana. Hér klínumst við alheimslómálinu allsnektir, sem krefst alveg grundvallabreitingar á sjónarhorni okkar. Þessi kröftuga tilvitnun í Orisonsvett Marten breytir eiginlega allri umræðunni. Við vorum sköpuð til hamingju, til að tjá gleði og glaðverð, til að dafna. Þetta undirstrikar svo sterkt að velmegun er okkar náttúrulega ástand, ekki skortur. Og þetta leiðir okkur beint að lögmála aðratarfalsins. Það er skilgreind sem regla þar sem allt snartir lúta jafnströngu lögmála og, stærðfræðin. Jákvæður og skapandi hugur laðar að sér velmegun á meðan neikvæður hugur hrindir henni frá sér. Þetta er sem sagt ekki spurning heppni heldur lögmál. Það sem er virkilega áhugavert er hvernig þetta er orðað. Samankipraður hugur fullur af efa og ótta er sagður bókstaflega kæfa innstreymi frambúðisins. Þannig að neikvært hugafar virkar í raun og veru eins og stífla í fleið allt snekta. Og andstæðan er þá lykillinn að öllu. Opinn hugur sem treystir þessu lögmáli óendanlegt frambúð, hann leyfir allsnektum að flæða alveg frjálst. Þetta sýnir svo vel að trú og opið hugafar eru forsendur þess að geta tekið á móti þessu flæði. Jæja, nú skulum við fara úr kenningunum yfir í framkvæmt. Þessi hluti, innri dýpa vali, notar þessa flottu líkingu að reynsa hugan eins og hús til að útskýra hvernig er hægt að rætta með sér velmegunar hugafar. Ferlið er sett fram í 4 mjög skýrum myndrænum skrefum. Fyrst notaðu kúst forsjátninnar til að reynsa burt vefi smánamslís, þrongsýni og skulda. Í öðru lagi málaðu hugan með björtum litum bjartsýninnar. Í þriðja lagi hengdu upp sælumyndir af gleði, von og eldmóði. Og að lokum tilbiðið með dugnaði og sparsemi. Þetta er lykilatriði. Innri hreinsun verður að fylgja ytri aðgerð. Fjárhagsleg velgengni krefst hæfileika og viðhorf sem leitar stöðugt fram á við. Þetta snýst sem sagt ekki bara að hugsa heldur líka að framkvæma. Hér er gerður mjög skýr greinamunur. Annars vegar sjáum við óskynsamlega eyðslu þar sem fýsn og óhóf tæma eilindirnar. Hins vegar er það viðeigandi eyðsla þar sem forsjálni, sparsemi og dugnaður styðja við vöxt og velmegun. Og þetta tengir svo beint fjárhagslegum ávinningi. Því meira sem við aukum hæfileika okkar og farni, því meira munu tekjurnar vaksa í sama hlutfalli. Heimildin heldur því fram að það sé ekkert óréttlæti í þessu kerfi. Allir afla sér auðs í samræmi við eigin getu og dugnað. Allt í lagi, nú ætlum við að vikka sjónarhornið enn frekar frá velgengni einstaklingsins yfir í sameiginlega alþjóðlega þróun sem er knúin áfram af vitundrabreytingu. Þessi tilvitnun í Susi Kassem útskýrir þetta svo vel. Raunverulegar heimsbætur eru sálfræðilegt ferli, ekki bara fjárhagslegt. Til að breyta heiminum í alvöru þá þarf að hjálpa fólki að breyta því hvernig það sér hlutina. Og þetta styrkir þá hugmynd að lykillinn að sameiginlegum breytingum sé að einblína á það sem sameinar mannkynið. Það að horfa á heiminn með samkennd hjartans, það er það sem hvetur til sameiginlegra þróunar.
Og til að enda þetta skulum við íhuga þessa heimspekilegu hugsun frá Sókratesi sem dregur þetta allt saman. Leyndarmál breytinga er að beina allir orkunni að því að byggja upp hið nýja, ekki að berjast við hið gamla. Með því að ná tökum á þerri færni að hreinsa hugan af illkvittnum hugsunum, uppfyllum við ósk almætisins fjárhagslegt og andlegt frelsi okkar.